Og sterkir vindsveipir ollu hættu við Höfðatorgi í Reykjavík í gær. Veðurfræðingur telur óráðlegt að byggja svona há hús á Íslandi. Það gekk mikið á í miðborginni í mesta rokinu í gær. Við Höfðatorg var fólki hættabúin og þar fuku menn hreinlega í verstu kviðunum. Háhýsi taka mikinn vind á sig og strengurinn sveipast bygginguna. Það náttúrulega alls konar sveipi sem verða til. Háhýsi sjálft mótar mjög vindstrengina og síðast en ekki síst, og það kannski það sem alvarlegast við þetta það að vindurinn sem uppi, einhverstaðar í 50 metra hæð eða hvað það sem að húsið nú eða meira, hann kemur niður eða með skoðstu hlutaðan og býr til þá hvirfla. Magnús segir að við hús eins og Höfðatorg sem 19 hæða hátt geti verið alltaf 50% hvassara á efstu hæð en niðri við jörð. Og raunar í þeirra skoðunar að menn ættu raunar ekki vera að byggja svona háhús á Íslandi. Veðurfar á Íslandi ekki þess eðlis að við eigum að gera það. Haraldur, þetta voru ótrúlegar myndir, fullorðið fólk þarna bara flýgur til. Svona hættulegt virkilega í kringum þessi háhýsi? Það alveg ljóst að háhýsi ekkit sérlega vel til þess fallin að skapa gott veðurfar í grennd við sig. Þannig að menn eiga að fara bara varlega þar? Já, eða byggja lægri hús. Já.